hlusta eitthvað að sólina en skulum byrja með bæn og svo skulum syngja saman. Kæri himneski Faðir, ég vil þakka þér fyrir að við erum mætt hérna í þínu húsi, að við erum umkring þín fallega fólk sem við mætum hérna og viljum heyra frá þér og kynnast hvort annað, að við viljum styðja hvort annað og fá þín heilaga anda til þess að hjálpa okkur í gegnum lífið okkar. Ég vil biðja þig að vera með okkur hérna í dag, að vera með þeim sem eru á leiðinni, að vera með þeim sem eru veikir, að vera með þeim sem eru að ferðast og njóta. Vertu með okkur öll, sendu þín heilaga anda að hjálpa okkur að vera betri fyrir samfélaginu og fyrir okkur sjálfum, að sýna þín karakter við heiminn. Vertu með okkur í dag og blessa þín laugardag, hvíldardag í Jesú nafni. Amen. Skulum syngja saman Salmurinn 318. Bænastund svo ótrúlega svona vanmetin stund, það sem kannski eyðum ekki nóg mikinn tími á eins og við kannski gætum gert meira að því. En við ætlum að syngja núna sálminn 376.
Núna ætlum að lesa saman reikningavers, eigum ekki að standa. Reikningaversin hægt að finna í Matteusarguðspjall 7. kafla 27. vers. Og það stendur: Lítið til fugla heimsins, hvorki sá þeir né uppskera né safna í hlöðum, og faðir yðar himneskur fæðir þá. Eru þér ekki miklu fremri þeim? Skulum biðja. Kæri Guð, en stendur í þín orð, þú sér okkur, þú sér allt sem þú hefur búið til á þessari jörðu, og við gleymum það svo fljótt, og ég vil biðja þig að minna okkur á og minna okkur aftur á og hjálpa okkur að hafa það í hjarta okkar að skiptir engu máli hvað, þú ert alltaf með okkur og munt alltaf sjá okkur og sjá okkar þarfir og hvað við þurfum til þess að lífa af í þessari jörð, þangað til að þú kemur næst. Ég vil biðja þig að vera með okkur hér, að gefa okkur okkar andlegri næringu, það sem eins og þú sér okkur líkamlegu og já, öllum þörfum okkar. Vertu með þeir sem eru veikir, hjálpa þeim í sínum veikindum og já, í Jesú nafni, amen. Já, núna ætlum að syngja saman sálminn 351.
Já, núna ætlum að taka upp gjafir. Það 12. júli í dag og fer til World Mission Budget. Eins og ég sagði áðan, kæri Guð, takk fyrir að sjá okkur, takk fyrir að við erum miklu ríkari en við höldum bara fyrir að vera þín börn. Við gleymum það oft og við viljum biðja þig að hjálpa okkur, hjálpa kirkjuna í kringum heiminn, hjálpa fólk sem í þörf, fólk sem í stríðlöndum, fólk sem bara á ekkert, og ég vil biðja þig að hjálpa okkur að hjálpa þeim, að gefa tilbaka, að gefa í kringum okkur, hvort það sé með pening eða með þitt orð, bara blessa öðrum í kringum okkur. Í Jesú nafni, amen. Já, með barnasálm? Já. Einhverju börn sem vilja koma hérna fremst að syngja með mér? Þetta ótrúlega skemmtilegt, ég lofa. Birgir, ertu með sögu fyrir okkur? Já. Já, ok. Góðan. Gaman að sjá ykkur. Barnasagan eiginlega bara hluti af ræðunni, þannig að við förum bara beint í ræðuna á einhverjum tímapunkti. Ég kannski fæ glærurnar upp. Happy Sabbath. The children's story will transition into the sermon, so.
En krakkar, eru þið dálítið dugleg að svona fylgjast með fuglunum í kringum ykkur? Children, Aha. do you sometimes pay attention to the birds that you see in the nature? Hafið þið tekið eftir það eru til pingu litli fuglar og svo eru til stóri fuglar. Some of the birds are tiny and the other ones are very big. Sumir eru svona dálítið loðnir. Hafið þið séð ugluna til dæmis? Some are furry. Have you seen owls? Og ég sé eina uglu stundum hérna í kringum það sem ég á heima. There's Hún one, óbúslega falleg. there's one very beautiful owl close to where I live. Svo haförn og krummi We have eagles and ravens. og þeir eru allir mjög falleg. Svo sá ég núna í Brasilíu einn pingu lítinn fugl But I was in Brazil and I saw this tiny bird og ég sá líka mjög litrika fugla þar. and very Bláa og rauða og gula. and very colorful birds, blue, red. Also Þeir eru different. ótrúlega fallir. Very og- beautiful. En í dag ætla ég dálítið að tala fugla og ég ætla að tala líka við fullorðna fólki fugla. But today I'm also going to talk to the grown-ups about the birds. Því að vissu þið að Biblían talar dálítið oft fugla. Það nefnið fugla. Did you know that the Bible mentioned birds quite a few times? Raun yfir 300 sinnum. Over 300 times. Þannig að það segir okkur að höfundar Biblíunar, And that tells us that the authors of the Bible, þeir voru dálítið að fylgjast með fuglunum. they were also looking at the birds. Og við munum sjá út frá þessum biblíuversum að þeir voru ekki bara að sjá fuglana, heldur þeir voru alveg virtust vera alveg að svona rannsaka þá. And we will see from the Bible verses that they were not only just looking at the birds, but they were also investigating how the birds behaved. Og það dálítið skemmtilegt að líka vita til þess að Guð að hann elskar öll þessi dýr og passar þau. And it's also very interesting to know that God loves all the animals and he takes care of them as well. Og ef að Guð að passa þessi litlu dýr, þá hann líka að passa ykkur. And if God is taking care of the little children, of the little animals, he's also taking care of you. Þannig að þið megi fá okkur sæti núna og ég mun halda áfram að tala fugla. Og þið megi alveg halda áfram líka að hlusta. So you can take a seat now, children, and I will talk more about birds, and you can follow along as well. Hérna fæ ég einhverja fjárstýringu eða hún hana? En já, góðan daginn og ég alltaf í kringum 20. mars þarna sem ég á heima á Stokkseyri. Around the 20th of March, where I live in Stokkseyri, near Stokkseyri, or in Stokkseyri. Og það aldrei sérstakt að það yfirleitt í kringum 20. mars. Ég búinn að vera að skrá þetta núna í allavega 4 ár. And it's interesting because I've been following it along for now 4 years, and it's always around the 20th of March. Þá heyri ég í farfuglunum. Then I start hearing the traveling birds coming back. Það eins og þeir hafi bara ákveðna klukku hérna í kollinu. It's like they have some sort of a clock inside their brains to know when to come. Og á Stokkseyri og Eyrarbakki þetta fugla friðland. And Stokkseyri and Eyrarbakki, they are sanctuary land for birds. Og við fáum þarna eiginlega alla þessa farfugla svona fyrst. And all of these migrate birds, they come there first, most of them. Og hettumáurinn, hann dálítið duglur, hann mjög stundvís, kemur þarna alveg. Og tjaldurinn og spóinn, þeir nokkri sem koma þarna 20. og þeir koma saman, það mismunandi fuglar sem koma saman. Heyrstu mér það ekki? Já, ok. Hérna, and the birds, they come together around that time. Og það eins og að þeir tali saman. Bara hei, þeir einhverstaðar annar staðar og bara hei, það tími til þess að fara til Íslands. And that's like they talk together and they say, hey, now it's time, let's go to Iceland. Það gaman að fylgjast með þeim.
And En it's, ég var alveg hissa á að sjá að þeir eru rosalega stundvísir og fylgja ákveðnu dagatali. and it's very interesting to see that they're very punctual and they follow a calendar. Krían kemur yfirleitt aðeins seinna, þarna í apríl, Kría á ensku Arctic Tern. Arctic tern, Yeah. yes. Kría, our favorite bird, Það þessi fugl hérna. this one here, Arctic tern, comes, Og það náttúrulega ákveðin útskýring. Krían að ferðast alveg frá Suðurskautslandinu og alla leið hinga á norðurhveli. and this bird travels all the way from the southern hemisphere all the way up to the north. Þetta eru sumir, þeir eru náttúrulega koma frá mismunandi stöðum hérna en margir að koma bara frá Suðurskautslandinu og að ferðast 38.000 kilometra. They are traveling from the Arctic and Antarctica, and they're traveling 38,000 kilometers to come to Iceland. Og þeir fljúa, já, þeir elta sólina, má segja. And they just follow the sun, how to say. Nei, því að þeir fara frá sumrinu hérna á Suðurhvelinu yfir í sumri hérna á Norðurhvelinu. So they are spending the summer in the southern hemisphere, and then they spend the summer in the northern hemisphere. Og það náttúrulega fæðuöflun þá meiri á þessum slóðum, á þessum tímabilum. And then that's the times that they spend feeding. En fuglarnir ferðast þessa vegalengd 70.000 fram og tilbaka 78.000 kilometra. So they travel each year 78,000 kilometers to go one way and back. Og krían hönnuð náttúrulega bara eins og herþota. And it's designed like a fighter plane. Þegar það oddhvassur, oddur og goggur og stélið og vængirnir oddhvassir og hún svona nett og lítil. Small and the aerodynamics are good. Og fuglar léttir, líkamsbyggingin þeirra, þeir eru með holótta beinagrind. And birds, they are light. Their bones are hollow. Og ég í vinnunum minni þá flýi dálítið dróna og það telst dálítið góðu dróni ef hann getur flogið í 45 mínútur. And in my workplace, I fly drones, and it's considered a good drone if you can fly it for 45 minutes straight. Og bara því að batterið endist bara ákveðið langt. Because the batteries, they have restrictions. Og ef þú ert með bensíndróna þá getur þú flogið í 5 tíma. En If it's run on petrol, gasoline, then it can be up to 5, 6 hours, 5 hours. Já. En þessi fuglar, þeir bara að fljúa í margar vikur. But these birds, they fly several weeks. Og ég myndi ykkur bara hönnunina í þessum fuglum. And imagine the design for these birds. Að geta gert þetta. To be able to do Flogið this. frá einni heimsálfu yfir í aðra. To fly from one part of the world over to another part of the world. Og það ekki skrítið að höfundar biblíunnar þeir viðruðu og dáðust að fuglum. So it's not a surprise that the authors of the Bible, they were looking at the birds and they were interested in the design of the birds. Og þeir, eins og við lásum hérna í versunu áðan, litu til fugla heiminsins, hvorki sá þeir né uppskera, né safna í hlöður, og faðir yðar himneskur fæðir þá, þér ekki miklu fremri þeim. And from Matthew 6:26, look at the birds of the air, for they neither sow nor reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Það sem ég vinn líffræðingar sem skoða fugla. At my workplace, there are biologists that look into the biology of birds. Og einn þeirra var einu sinni að hann kom að sveitabæ þar sem var kirkja og hann náði ekki alveg að tala við bændur þar en setti sinn þrífót niður og var að skoða einhverja fugla. And he was going, one of the biologists, he was going to a farm and he was putting his tripod and ready to take a picture. Þá kom prestfrúin, það var greinilega prestfrú þarna sem bjóð þarna í þessum bæ. Then the pastor's wife came. Og hún spurði tortrygginn, hvað eru þið að gera hér á minni lóð? And she asked, what are you doing on my property?
og hann horfði á hana og hann sagði, fórst þú ekki í kirkju í gær? Were you not in? Þegar presturinn sagði, lítið til fugla heimisins. And he said, were you not in church yesterday when the pastor priest said, look to the birds of the sky? Það var það sem hann var að gera. And that was what he was doing. En í Jeremía 8. kafla og 7. vers, þar stendur, In Jeremiah chapter 8 and verse 7. það stendur, jafnvel storkurinn í loftinu þekkir sínar ákveðnu tíðir og turti í dúfan og svalan og tranan gefa gætur að tíma endurkomu sinnar, en líður minn þekkir ekki rétt drottins. Even the stork in the heavens knows their appointed times, and the turtle dove and the shift and the swallow observe the time of their coming. But my people do not know the judgment of the Lord. Og eins og ég nefndi hérna með 20. mars, það alveg ótrúlegt að þessi fuglar eru bara með dagatal og það sagt að sumir þessara fugla, þeir eru með einhvers konar áttavita og það ekki vita hvort þeir elta segulsvið jarðar eða hvort það sagt að þeir nota stundum meira þess að sólina til þess að ná áttum eða meira þess að stjörnurnar. And like I mentioned, it's interesting that they keep almost like a calendar because they come around the 20th of March each year. But it's also considered that birds, they have some sort of inner compass. It's not known if they're following the magnetic field of the earth or if they are following the sun or even the stars. Það einhverja vísbendingur að þeir meira sér kunna að nota stjörnuheiminn til þess að finna sína leiðir. And there are evidence that point towards that they are actually able to use the stars to navigate from one place to another. Það alveg undravert. And it's astonishing to think of. En hérna í þessu samhengi, hérna spámaðurinn Jeremía að segja meira sér fuglarnir, þeir eru það skipulagðir að þeir skipuleggja líf sitt þannig að þeir vita hvenær þeir eiga að fara og koma og hvernig erum við þegar kemur að skipuleggja líf okkar. And here Jeremiah is saying that even the birds, they can organize their lives and the times, and then it's kind of a question, how are we doing when we are trying to organize or appointed times? Fuglar nota þennan áttavita til þess að ná áttum, hvernig okkar siðferðislegur áttaviti? And if we see that the birds are using their compass to find their way, how is our moral compass? Og erum við öguð í því að fylgja eftir ákveðnum sæmdi lífstíl og sem Guði til dýrðar. And are we disciplined enough to follow a lifestyle that gives glory to God? Í Sálmónum 50. kafla, 11. versið. Ég þekki alla fugla á fjöllunum og mér kunnugt allt það sem hrærist á mörkinni. I know all the birds of the mountains and the wild beasts of the fields are mine. Já. Psalm 50:11. Og það hughristandi að vita til þess ef að Guð að passa einmitt eins og ég talaði hérna í barnasögunni, að passa þessa litlu fugla, að þá hann líka að passa okkur. And it's reassuring to think of that if the Lord is taking care of the birds and the animals, He is also definitely taking care of us, as I mentioned in the children's story before. Og Guð sé, hann veit allt hvað að gerast í okkar lífi, hann veit okkar sögu, okkar fortíð, hann þekkir okkur.
og hann skilur okkur. And God knows what's happening in our life. He knows our story. He knows all that's going on. Ekki 2 spörvar seldir fyrir smá pening og ekki fellur einn þeirra til jarðar án vitundar föður yðar. Þetta í Matteus og Guðspjalli 10. kapla 29. vers. In Matthew 10:29, are not 2 sparrows sold for a copper coin, and not one of them falls to the ground apart from your Father's will? Krían, hún getur lifað svona í 30 ár. The Arctic Tern can live up to 30 years. Og sem þýðir að hún að fara í þessa ferð kannski 30 sinnum, Which means he einu sinni ári, makes this trip every year. That's 30 trips, 70.000 kilometra. 70,000 kilometers. Samt dánatíðni kríunar innan við 20%, undir 20%. But still, the death rate of the bird kriya is less than 20%. Þetta eru milljónir fugla sem fara í þetta ferðalag. There's millions of birds that go through this travel. Maður hefði haldið að þetta væri mjög viðkvæmt, þetta náttúrulega viðkvæmt ferðalag og erfitt. And we would think that this is, and it is a long journey and a fragile journey, but you would think that given that. En mér fannst áhugavert að vita það að þetta eru, þeir flestir lifa þetta af og deyja bara gamlir. And it's interesting to know that most of these birds, they live through all these journeys, these perilous journeys, and they die in old age. Og þannig að þetta vers hérna að ekki fellur einn þeirra til jarðar án vitunda föður yðar. Guð raunverulega líka passa dýrin. And we see that the Lord is following even the sparrows, and he's also following us, what's happening in our lives. En þeir sem vona á Drottinn fá nýjan kraft. Þeir fljúga upp á vængjum sem ernir. Þeir hlaupa og líast ekki, þeir ganga og þreytast ekki. And in Isaiah 40, verse 31, but those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up on the wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Já, þetta líka hugraustandi. This is very reassuring. Og þegar við sjáum fuglana fljúga, þá sjáum við þennan gríðarlegan kraft í þeim. And when we see the birds in the air flying, we see this power and force that they have. Og að vita til þess að við getum líka fengið endurnýjan kraft. And to know that we also can be renewed and have new strength. Og vissulega eins og ég talaði hérna að Biblían, hún notar gríðarlega fallegt tungumál svona þegar hún að lýsa náttúrunni. And the Bible uses very beautiful language when it's describing the nature. Þetta myndmál og ljóðrænt, þetta ljóðrænt á mörgu leyti. Symbolic and also poetic wordings. Og við vitum að lífi verður ekki auðvelt. And we know that life isn't always easy. Og við vitum að það eru hörmungar í kringum okkur. Við vitum að lífi hér ekki eins og það ætti að vera. And we know that there are calamities in this world and that life is not as it should be. Og það eru dauðsföll, það þjáning. There are deaths and there are pain and suffering. En Guð hefur lofað að gefa okkur að grípa inn í einn góðan dag og segja hingað ekki lengra. Það okkar von. But God has promised that one day he will say it is enough, and that is our hope. En þangað til þá lofar hann styrkja okkur. But until og hjálpa okkur í gegnum okkar raunir. But until then he promises to help us og sársauka og sorg. Promises to help us to go through this pain and sorrow. Og hérna eitt annað vers. Ég ekki að fara að lesa þessi 300
þessar 300 tilvitnanir í fuglana. En I'm not going to read all 300 quotations to the birds, það fyrir þín hyggindi að haugurinn lyftir flugfjöðrunum, breiðir út vængi sína í suðurátt? Það eftir þinni skipun að örninn flýgur svo hátt og byggir hreiður sitt hátt uppi? Á klettunum á hann sér býli og ból, á kletta snösum og fjallatindum. Þaðan skygnist hann að æti, augu hans sjá langar leiðir. and in Job 39, verse 26 to 29, does the hawk fly by your wisdom and spread its wing towards the south? Does the eagle mount up at your command and make it nests on high? On the rock it dwells and resides, on the crag of the rock and the stronghold. From there it spies out the prey, its eyes observes from afar. Drónar eru með svo kallaða gyroskóp eða snúðvísi. Þetta svona tæki sem hjálpa drónanum að halda jafnvægi. The drones have a gyroscope, and thank you for saying that in English. And this device helps to balance the drones in the air. Og fuglar eru með slíkt tæki, því að það alveg ótrúlegt hvernig þeir geta flogið upp og niður og ekkert að klessa á hvern annan. And the birds, they have a built-in system, similar system, it's amazing to see how they can navigate, and you don't see a lot of birds crashing into each other. Þrösturinn alveg einstakur og hann starri. Þeir eru alveg einstakir. Yeah. And the sparrow, the sparrow, and the common small birds here in Iceland, they are unique in this as well. Þeir geta svona flogið í hópum en eru ekkert að klessa á hvern annan. Þeir bara fara upp og niður og mynda svona ský af fuglum. Smaller birds flying together, and they are like a cloud, flying simultaneously together, left and right, and they're not always clashing into each other. Og svo líka með augun á þessum fuglum. Þeir geta spotta æti, langa leiðir. And they have great eyesight, so they can see food or prey from afar. Svo haförninn alveg þekktur fyrir það að geta séð litla mís alveg úr kílómetra fjarlægð. So like the eagle that can see the mouse from a kilometer away. Þannig að þetta og biblíuhöfundarnir, þeir tóku eftir þessu, sáu þetta, kannski höfðu ekki vísindin á bak við öll þessi tæki. But the authors of the Bibles, they noticed this, and maybe they didn't have the science behind each and every aspect. En það svo flott við þessa hönnun og sköpun að við getum síðan að líka þó svona gróft, við getum hort á höndin ykkar og sé bara mikla hönnun. But it's so interesting with this design that we see, and we can also see it roughly just by looking at our own hands. We can see the design that went into making our hands function as they do. En svo getum við líka að nota smásjá og rafeinda smásjá og önnur tæki til þess að sjá hönnunina í smáatriðum. But then we can also dive into the details and look into a microscope to see the details at work behind it as well. Og hún alltaf alveg stórkostleg. And that's amazing also to see that. Og þannig að það alveg með ólíkindum að það sé, já, að ekki allir sjá það, að það sé til Guð. And in fact, it's almost amazing to think of that people do not recognize that there is a God, a creator. Og í Sálmanum 57:2, ver mér náðugur, ó Guð, ver mér náðugur, því að hjá þér leitar sál mín hælis og í skugga vængja þinna vil ég hælis leita, uns voðinn liðinn hjá. And in the Psalms 57, verse 1 in the English Bible, be merciful to me, O God, be merciful to me, for my soul trusts in you, and in the shadow of your wings I will make my refuge, until these calamities have passed by.
Krían, hafið þið náttúrulega rekist á kríuna. Hún hávær Have you, og have you had interactions with the Arctic tundra? The kria is a loud bird. hún líka, hún þekkt fyrir öflugan lofthernað. And, Hafið þið and it's known for its, well, military style approach í varplandi sínu. to protect hún- its. Og það sagt að hún veri ekki aðeins afkvæmi fyrir ræningum, heldur njóta aðrir fuglar einnig góðs af að verpa í nágranni hennar. And they do not only protect their own nest, but they also protect nests of nearby birds. Þannig að það eru aðrir fuglar sem svona, já, heyrðu, það sniðugt að vera í kringum kríuna. So other birds, they see Arctic tundra there, and they say, I will put my nest close to them, so I can also have the protection. Og það eru það duglegar að ef maður lappar í kringum þá þarf maður að vera með staf eða hjálm, því að það geta alveg goggað. And it's advisable to have a helmet or a staff so that the birds don't catch you on the head. En þetta aldrei samt fallegt að hún svona dugleg að verja sitt varpland. But it's also beautiful to think about how protective it is for its nest to protect it. En ég hef líka að hugsa okkur. Það neyð í kringum okkur. But I'm also thinking of us. There's also calamities and needs around us. Það einmitt fólk sem þarf á okkur að halda. There are people that need our help. Sem þarf á, já, aðstöð kannski í formi okkar bara stuðning. They might need our support. Kannski fjárhagslegum eða kannski bara nærveru. Maybe by finances or by presence, by being there. Og við getum lært af fuglunum. And we can learn from the birds. Hérna. Já, eins og krían gerir að vernda svona aðra fugla í kringum sig. Þá getum við gert það líka. And we can do like the birds, we can also protect the birds, the other people around us. Og veitt þeim skjól, to give them shelter og öryggi and security og stuðning. and support. Og líka með okkar heimsmynd. And also with our worldview, Veitt huggun that we can give comfort og gefið og kynnt öðrum fyrir Guði og kærleika Guðs. and introduce to others God and His love. Sem skapari alls, The creator of all, skapaði okkur, He created us, hann elskar okkur, He loves us, einstakann hátt og skapaði líka náttúrunar í kringum okkur. and He loves us in a unique way, and He also created the nature we enjoy. Og eins og litlu fuglana á heim. Like Þannig this. megi Guð blessa ykkur og kannski þegar við förum heim í dag þá getum við litið til fugla himinsins. And yes, and He also created the birds, and when we go home today, we can look to the birds in the sky Sem hvorki sá þeir né uppskera that neither reap nor sow, né safna í hlöður nor gather up in barns, og faðir yðar himneskur fæðir þá. and their Father in heaven feeds them. Eru þér ekki miklu fremri þeim? Are you not much greater than they are? Amen. Amen. Takk fyrir þetta. Þetta mjög góð áminning og það fullt af fólki sem hefur mjög gaman að fara og bara skoða fugla og taka mynd af þeim og það bara þolinmæðis vinna, sko. En núna ætlum að syngja síðasta sálm, sálminn 225.
gjaldfrjáls. Takk fyrir þetta. Birgir, viltu gefa blessunarorðið? Við skulum rísa. Let us rise. Skulum bara lesa hérna úr Markus ákvæðspili 10. kafla 29. Ekki 2 spörvar seldir fyrir smápening og ekki fellur einn þeirra til jarðar án vitundar föður yðar. Skulum biðja. Góði himneski Faðir, ég þakka þér fyrir þessa stund hér í dag. Þakka þér fyrir það að geta komið saman og hugleitt þig og náttúruna í kringum okkur. Dear Heavenly Father, we thank you for that we can come together here today, and we thank you for the nature and the beautiful day that you have given us. Viltu blessa okkur í dag og blessa þennan hvíldardag? We pray that you will bless us today and you will bless this Sabbath. Megi okkar hugleiða til þín og til sköpunar þínar. May our minds be fixed upon you and your creation. Við þurfum að styrkja okkur í gegnum líf okkar og það sem við förum í gegnum. We ask you to strengthen us in our daily lives and through our struggles that we go through. Blessa okkar fjölskyldur og ástvini. That you bless our families and our loved ones. Viltu leiða okkur til þín? And will you lead us to you? En þakka þér aftur fyrir þennan dag. And we thank you again for this day. Og ég bið blessun þína yfir líf okkar. We pray for your blessing in our lives. Í Jesú nafni. Amen. In Jesus' name, amen.